Komið þið sæl, við heilsum ykkur að austan. Við heimsækjum Neskaupstað í Fjarðabyggð og kíkjum á Eyrarvelli sem glæsilegur nýr leikskóli sem var tekinn í notkun miðjan ágúst. Það finnst mér mesti léttir að standa ekki þeim sporum að þurfa að neita fólki pláss fyrir börnin sín. Hjólakeppnin Tour de Ormeren fór fram í 5. sinn fyrir skemmstu. Við hittum nokkra hressa keppendur þegar þeir voru komnir í mark. Ég fór hörkutólarhringinn og hann var svolítið erfiðari heldur en ég kannski reiknaði með. Írsk og austfirsk ungmenni vörðu saman síðustu viku á Héraði og leystu sameiginlega ýmsar áskoranir. Þau sögðu okkur frá upplifun sinni og lærdómi. Þetta alltaf mjög einstök reynsla að hitta hópa fólki sem eru ekki allir eins. En við byrjum á Skriðuklaustri þar sem ungt sviðslistafólk færði eina af bókum Gunnars Gunnarssonar í nýstárlegt leikhúsform og setti upp í húsi skáldsins. Góða kvöldi og verður velkomin á leiksýninguna Sælir eru einfaldir í uppsetningu sviðsverks. Ertu tilbúin? Gjörðu svo vel. Og vinsamlegast gakktu inn í fyrsta daginn. Njóttu. Hefðum við ekki átt að vera þess minnug að það eru einmitt fullkomnustu vélarnar sem viðkvæmastar eru fyrir truflunum. Við hefjum ferðina í betri stofunni í húsi Gunnars Gunnarssonar skálds á Skriðuklaustri. Búið er að umturna fjölda rýma í húsinu því hér hafa 3 ungir listamenn sem vinna undir merkjum sviðsverks fært ein af lykilbókum Gunnars, Sælir eru einfaldir í sérstakt leikhúsform. Já, þetta er eins konar leikræn innsetning, eins og maður getur sagt. Þannig að þetta er mestmennið byggt upp af visjólum, leikmyndum og hljóðmyndum sem fólk fer svo að ferðast í gegnum að einvild. Þetta er bara eins og leikhús sem ekki með leikurum. Rauninni kannski munurinn á myndlistarinnsetningu og leikrænni innsetningu er að þetta við erum að segja sögu, þannig að þetta er tímaverk, þetta byrjar og þetta endar og það er einhver söguþráður í gangi og einhver svona dramatúrgi í því. Og það er kannski munurinn, en annars erum við að nýta okkur mjög mikið af myndlistarpólum og erum að setja upp svona sviðsetningar eða svona myndlistarinnsetningar í bland við sögusögn í hljóðverkum. Ég myndi líka segja bara að við vorum að vinna rosalega mikið út frá texta og vinna með andrúmsloft í bókinni og persónur og karakteruppbyggingar frekar heldur en að byrja kannski á að vinna út frá einhverjum hlut eða leikmynd. Þá erum við að taka bókina, byrja þar, brjóta niður texta, tæta henni sundur, setja henni svo aftur saman og svo kemur kannski leikmynd út frá því, hljóðverk, uppsetningar, hugmyndir og svoleiðis sem við setjum svo upp. Sagan er dimm. Eins konar sköpunarsaga þar sem heiminum tortímt á 7 dögum í eldgosi, farsóttum og geðveiki. Rýmin eru 7 talsins og endurspegla niðurbrotið með brotnum húsgögnum, glösum, dánarfregnum og ösku á borðum. Og maður fer að fylgjast með því hvernig einn karakter verður geðveikur eftir því svona fleiri áföll komin á hverjum degi. Og hún er skrifuð 1920, hún er að verða 100 ára gömul. En það er samt svona margt sem einhvern veginn sér og kannast við þegar koma svona náttúruhamfarir og svona ýmis áföll hvernig fólk bregst við og bara svona tilfinningaskalan sem það fer í gegnum sem maður svona hefur séð í kringu sig oft bara nú í dag og það er svona einhvern veginn áhugaverð tengingin í samtímann í því. Mér finnst þetta svo mikið bæði einhvern veginn kjarna hvað manneskjan er, þú veist, og alltaf þessi átök milli einhverja heimspeki eða heimsmynd sem hver og einn hefur. Að maður á þessar umræður í sundlauginni, heita pottinum og heima hjá sér í partíi og alls konar svona. Þú veist, maður er alltaf að móta sína eigin heimsmynd út frá sínum eigin reynsluheimi og maður fær að kynnast karakterum í þessari bók allir með mismunandi sýn á það hvað það þýðir að vera manneskja og hvað það þýðir að vera partur af samfélagi og svona.
en svo kemur einhvern veginn leigir ofan að það sem öll þessi náttúra og eitthvað sem við höfum enga stjórn á, sem kemur heimspekin og heimsmyndar okkar ekkert við, sem getur kollvarpa því einhvern veginn. Já, bara hvað fólk mitt alltaf undir orpið bara náttúrunni og hlutum sem það hefur ekki stjórn á. Og hvernig að díla við það síðan þegar öll hugmyndafræði að bregst? Hvað þá eftir? Það var Hallveig sem kynntist Gunnari og verkum hans sem barn í gegnum móður sína sem hafði aðsetur í listamann íbúðin á Skriðuklaustri. Síðar kynnti hún bókina fyrir Þorvaldi og Evu og þau fóru að vinna að leikverki. Ég man bara eftir að hafa verið að leika mér í öllum þessum rýmum fyrir að krakki. Ég var alltaf að hlaupa hring eftir hring þegar það er bara svona, það er hægt, svona ógeðslega stór, ógeðslega langi gangar og eitthvað svona gömul innrétting og mér fannst það geðvægt. Ég var alltaf í svona leik að ég væri föst í heimavistarskóla og var alltaf svona að flýja og komast í burtu og eitthvað. Og þetta situr rosalega mikið í mér, þessi páskar sem ég átti 2001 eða eitthvað. Og mér fannst bara eitthvað svona, það er svo mörg rými sem rýma svo vel við strúktúrinu í bókinni. Á daginn er Skriðuklaustur vinsæll ferðamannastæður. Það gerir uppsetningur sviðsverks í húsinu enn snúnari. Það er búið að vera mikið af fólki það er alveg rosalega mikil umferð á Skriðuklaustri og margt að gerast. Þannig að við erum búin að vera að vinna aðalega á nóttunni þegar gestirnir eru farnir. Já, eða bara vinna í öðrum hlutum sem við höfum getað unnið í. Já, en svona til þess að prófa innsetningar þar og þannig, þá höfum við þurft að sníklast inn eftir lokun og máta þær þá. Og síðan settum við upp allar innsetningarna bara á einni nóttu og það var stuð. Við röltum alveg á daginn þegar það var kannski minna að gera og vorum að skrifa og bæta við hugmyndum og strúktúrera þetta betur, þannig að það var nú ekki eins og við værum lokuð úti á daginn, alls ekki. Og þau unnu rosalega vel með okkur á Skriðuklaustri, þó svo það sé erfitt að reyna að blanda saman einhverjum listamönnum að vinnu og svo túristum sem vilja skoða. Það er bara, held ég, rosalega erfið staða að vera í. Sé ljósið innra með okkur, eina ljósið sem okkur er gefið að skynja, eina ljósið sem okkur varðar. Þá fæ ég ekki betur séð, en öll sú viska sem við þurfum á að halda, fái rúmast í jafn einföldum orðum og þessum. Ástundið að auðsýna náunganum umburðarlyndi og góðsemi. Og það var morgun og það var kvöld, hins 7. dags. Nýr leikskóli, Eyrarvellir, var tekin í notkun í Neskaupstað í Fjarðabyggð fyrir skemmstu. Fyrsta skóflustunga var tekin í janúar 2015 og þann 18. ágúst síðastliðinn stigu fyrstu börnin þar inn. Fyrir rúmlega ári síðan í janúar 2015 þá var tekin fyrsta skóflustungan af einmitt börnunum hér. Við fjöldan allan af litlum skóflum og einni stóri gröfu. Og þetta hefur gengið mjög vel, þetta er alls saman á áætlun, það er að segja, það er tíminn er bara, framkvæmdin er rétt tíma, hún er á þeim kostnaði sem var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, þannig að við erum mjög ánægð með það og okkur finnst, og mér heyrist það svona á öllum starfsfólki hér og þeim foreldrum sem ég hitt að það sé mikil ánægð með skólann. Hvað kemur til að leikskóli út á landi springur utan af sér og það þarf að ráðast í svona framkvæmdir? Það eru margir þættir. Það er náttúrulega mjög öflugt samfélag, fyrst og fremst. Sterkt atvinnulíf, hér eru lykilstofnanir sem hefur svo sem verið farið mikið yfir núna þegar við erum að ræða jarðgangagerðina og svona, já, þéttleiki hér í þessu byggðarlagi. Og hér hafa líka verið mikið barneignir sem er mjög jákvætt. Er það eitthvað sem þú ert að hvetja fólk til eða? Já, við erum alltaf að hvetja þess að það sé mikið af börnum í samfélaginu. Við út á það gengur allt saman. Húsið er byggt fyrir 8 leikskóladeildir og er nú leikskólastarf í Neskaupstað loks komið undir eitt þak. En skólinn hefur verið rekinn á 2 stöðum í mörg undanfarin ár. Hann er byggður upp í svona 2 álmum eiginlega og eða 3 álmum á segja, það er starfsmannaálman sem er svona þvert á. En þetta eru sem sagt 4 deildir sín hvoru megin og þetta er sem sagt svona litaskipt og
og allt svona í glaðlegum og skemmtilegum litum. Það var unnið sérstaklega hérna með hljóðvist og hún mjög góð. Þannig að það var eitt af því sem var lagt upp úr og hefur vantað mikið í leikskólana. Það góð hljóðvist og við erum finnum alveg tilfinnilega mikið mun á því. Þú kom svolítið að hönnuninni? Jú, það má náttúrulega segja það. Þetta var auðvitað teikning sem var keypt hérna af sveitafélaginu, svolítið tilbúin. Og við fengum bara frá sveitafélaginu boðum það að vera með í að hanna. Þannig að það mikið breyting innandyra frá því fyrst var sem að við bara fengum að koma að. Og við auðvitað reyndum bara af því þetta húsnæði sem þetta var ákveðið svona, að þá reyndum við auðvitað bara að hanna það eftir okkar hætti eins vel og í samráði við náttúrulega arkitekt og annað og fengum alveg að koma að arkitektavinnunni þannig líka. Þannig að það auðvitað ómetanlegt að fagfólk sé tekið inn með í vinnuna. Og hún stóð sér mjög vel í því að taka starfsfólki sitt með inn í þegar var verið svona ganga frá hönnun og því það er að mörg að hyggja þegar verið að hanna svona leikskóla. Þetta flott. Þá ég að koma að spila bingo. Með nýja leikskólanum nú hægt að tryggja öllum ársgömlum börnum í Neskaupstað leikskólapláss. Þar með þessi þjónusta í boði allstaðar í Fjarðabyggð. Við eigum eftir að taka inn yngstu, þessi börn sem við eru náttúrulega að renna inn í það skeið að taka inn eins og gömul börn sem við hefum náttúrulega ekki verið með í leikskóla hér í Neskaupstað í mjög mörg ár og þannig að það verður náttúrulega gleðilegt. Hvernig tilfinning það? Það er náttúrulega alveg svo góð tilfinning að vera laus við það sem við segjum biðlista, langa biðlista, þar sem við beðið eftir plássi og í 1,5 til 2 ár sem foreldrar og það finnst mér mesti léttir að standa ekki þeim sporum að þurfa að neita fólki pláss fyrir börnin sín. Þetta var lág á manni eins og bara baggi oft á haustin þegar maður var búinn að taka inn allan hópinn og nú var bara enginn sem kom staði fyrir eftir ár. Nú það leyst? Nú það leyst. Þetta mjög mikilvægt, hér atvinnustig mjög hátt, hér mikil þörf fyrir það að vera með leikskóla úrræði og við erum að svara því kalli samfélagsins að vera með leikskóla, ekki bara hér í Neskaupstað heldur í allri Fjarðabyggð. Ég sá til dæmis frétt daginn frá Reykjavík, þar verið að stefna að þessu einhvers tímann í framtíðinni í höfuðborginni, en við getum boðið upp á þetta núna. Leikskólinn byggður í næsta nágrenni við grunnskólann í Neskaupstað. Aðstæður hafa til þessa ekki boðið upp á mikið samstarf þar á milli og vonar Halla að það muni nú breytast. Ég held að þetta bara sé alveg ómetanlegt. Þetta eitt af því fyrsta sem að fólk spyr þegar það að hugsa sér til hreyfings út á landi eða hvernig staðan í leikskólamálum. Ef við ætlum að fá til okkar ungt fólk og þá það frumskilyrði að við getum boðið upp á góða leikskólaþjónustu. Það það sem fólk þarf á að halda og það ekkert margir leikskólar sem geta tekið inn eins og gömul börn og þannig að við bara tökum öllum fagnandi sem vilja koma og búa hjá okkur og koma og vera í þessum frábæra leikskóla. En að lokum, varstu sjálfur á leikskóla? Nei, ég fór aldrei á leikskóla. Ég vildi reynda, ef ég hugsa tilbaka, það hefði verið gaman að taka allavega smá tíma á svona leikskóla. En þetta gengur allt út af það að reyna að vanda sig við að gera hlutina og mér finnst eins og segja það hafi verið rosalega gott samstarf starfsfólksins, arkitekts, hönnuða, starfsmenn Fjarðabyggðar sem hafa verið að búa þetta til og verktakana náttúrulega sem að smíðu húsið og umgjörðina. Mér finnst þetta einhvern veginn, ég er rosalega ánægður hvað hefur veldur tekist að vinna þetta alls saman. Þetta alveg ólýsanleg tilfinning og að vera þáttakandi í svona uppbyggingu, hún gefur manni bara alveg ótrúlega mikið og bara ótrúlegustu hluti sem að maður hefur lært. Eins og ég segi, bara ofboðslega stolt yfir þessum árangri og sem að hefur hlotist af þessari byggingu og vonum náttúrulega bara að það efli okkar góða starf áfram. Bicycle, bicycle,
Hjólreiðakeppnin Tour de Ormunum sem fyrst var haldin árið 2012 nýtur sífellt meiri vinsælda og í ár voru 60 keppendur skráðir til leiks. Hjólaðir í kringu Lagarfljót og inn með Jökulsá í Fljótsdal. Hægt að velja 130 km leið eða 68 km og hægt að mynda lið þar sem 3 skipta með sér styttri leiðinni. Í ár var sett brautarmið til lengri í hringnum þegar Elvar Örn Reynisson kom í mark á 3 klukkustundum, 8 mínútum og 33 sekúndum. Sjónarmun á undan félaga sínum Reyni Magnúsinni. Elvar var sáttur þegar hann kom í mark. Þetta var alltaf tíman hugmyndin og 60 km gaurinu voru að keyra svolítið hraðan í upphafi. Við leiðum einu þeir bara að fara og náðum honum fljótlega eftir. Og við vorum bara að hugsa að halda tempónu miðað við þessa 103 km. Elvar og Reynir lögðu á sig ferðalag á Reykjavík fyrir keppnina. Þeim fannst keppnin ögrandi áskorun en höfðu ekki skoðað brautina áður en lagt var af stað. Hún getur verið snúin því í henni skiptast á misgrófir malarkaflar og klæðning. Við vorum búin að fá upplýsingar frá þeim sem hafa keppt og svo voru náttúrulega bara fínar upplýsingar frá keppnisstjórnum ástandið. Og ég tók bara ákvörðun strax að vera bara á sama hjólinu með þokkalega breið dekk og slöngulus dekk og þar lendi gæti bara hjólað þetta alla leið. En hann var að skipta hjól fyrir grófustu kaflana. Þetta var ágætis skemmtun. Og svo komið hérna 2 saman í mark. Lýstu þess fyrir okkur endarsprettinu? Já, við vorum búin að hjóla bara sitt á hvað alla leiðina hérna niðritir og vorum bara búin að deila á leiðinu jafnt og þétt. Svo bara þegar það var kílómetri eftir þá bara tókum við endarsprettinu okkar og hérna ég var svona rétt hjólengd á undan. Og þetta bara, þegar frá nálgast, það bara ákveð að skilja? Segið bara 1, 2 og nú og þá byrjar keppnin? Nei, það bara, ef maður hefði haft lappirnar í það, þá maður geta farið þegar 5 km eru eða 30, maður hefði alveg getað tekið sénsinn á því að stinga það fyrr. En það sem við vorum að vinna saman, þá bara tókum við saman alla leiðinni mark og þá leika fáum við betri brautatíma. Nú ert þú þræl vanur í svona hjólakeppnum. Hvernig finnst þessi bera samanborið við aðra keppnir sem þú tekið þátt í? Þessi mjög skemmtileg fyrir það sakir hvað landslægið flott. Það mjög skemmtilegt að hafa svona fjölbreytt undirlag og þá þetta svona spurningin á hvaða hjóli maður þarf að vera. Hjólreiðakeppnin ekki bara fyrir ofurmenni sem vilja setja brautarmet. Við hittum fyrir fjölskyldu þar sem hver meðlimur valdi sína leið. Þetta var bara ljúft. Ég tók nú bara síðasta endarsprettinu á 20 km eða svo. Það bara malbyggi og auðvelt, ljúft. Já, mér finnst það svolítið erfitt en þetta var fínt. Þú ákvaðst að negla 68 km sjálfur? Já. Ég fór hörkutólarhringinn og hann var svolítið erfiðari heldur en ég kannski reiknaði með en ég allavega skilaði mér í mark og sáttu með það. Og hvernig líður þér verðandi komin í markið? Ég er alveg hrikalega þreyttur núna en þetta fyrir að koma það eftir þegar maður búinn að fá sér kjötsúpu og fara í spa og svona. Hjá þeim eru hjólreiðarnar íþrótt fyrir alla fjölskylduna. Við erum svona að byrja í þessu svolítið, allir komnir með hjól og þetta er líka náttúrulega svona, hvað segja, svona motto eða þannig, ég meina maður hjóla bara allan, í vinnuna og svo leiðis og þá erum við aðeins farin að gera þetta svona, þetta skemmtuna líka, frítíma. Var mikil samkeppni milli ykkar í dag? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þú rústar þessu? Já. Já. Varstu ekki að reyna hjólan uppi? Ég reyndi mitt besta en hann hafði bara mikið forskot. Það var bara ekki nógu gott? Nei, maður fyrir bara að æfa meira. En hvað þú dólaðir hörkutólarhringinn? Já, ég hélt í við Bjartmar meðan við hjóluðum á sömu leið og var markmiðið bara að koma sér hringinn. Er það áskorun frá þér til þeirra að bæta í kílómetrana næst? Ég veit það ekki 68 er fínt Ætlar þú að minnka við þig? Það er allavega ef ég myndi svara í núna en við sjáum til eftir þegar nálgast næstu keppni. Verkefni Hjólakraftur hefur miðað að því að auka hreyfingu barna í gegnum hjólreiðar. Myndaðir hafa verið hópar víða um land, meðal annars fyrir austan. Við hittum 3 unga drengi sem æft hafa með hjólakrafti og mynduðu liði Tour de Ormunum. Þeir hjóluðu hringinn kringum Íslandi í Vág cyclathon í júní, svo það var margt mikið mál fyrir þá að hjóla hringinn kringum Lagarfljótið. Það er kannski aðeins meiri brekkur hérna en þetta er meira svona litlar og stuttar brekkur hér. Já, þetta var 300 metra sandkaplur sem við hjólaði og hann var ekkert skemmtilegur. Varst þú settir allt erfiðið? Já. En hvernig fannst þú ganga í dag? Það gekk bara rosalega vel fannst mér. Já.
Já, þetta var bara bæði mjög gaman og gekk bara vel. Og ég heyrði eitthvað kalla ykkur heimsmeistarana í Tour de Orminum í ungleikaflokki. Er þetta sammála því? Já, við erum sammála því. Það var alveg taka því vel. Og hver er svo næstu markmið? Bæta Ólympíumet og bara bæta heimsmet líka. Mótshaldarar voru ánægðir í dagslok því þeir höfðu líka náð settu marki eins og hjóliða fólkið. Í fyrra voru 40 manns og þá sagði ég leið á síðustu skilyrðismarkið frá 60 keppendur á ári og ég bara stóð við það og við erum kátt með það og auðvitað viljum við bara sjá þessi keppni vaxa og dafna eins og Lagarfljótssísson Ormurinn gerði frá Lyngormi og upp í Skrýmsli. Hildur var reyndar tvíþættu hlutverki þar sem hún hjólaði einnig fyrsta sprett í liði sem mynda var að mæður og stráka á hjólakrafti. Það var mjög gaman að fá að prófa þessi braut sem mann er búið að dreyma hérna síðustu nætur og hugsa eiginlega ekki neitt annað en þessu blessuðu braut og það var rosalega skemmtilegt að fá að vera með. Ég var fyrsti sprettur í liði og skilaði mér svo bara til starfa og ég var búin að klára minn legg og þetta var mjög Átta írsk ungmenni og 7 íslensk eyddu saman viku fyrir skemmstu í ungmennaskiptaverkefni á Fljótsdalshéraði. Írarnir kom frá KFUM í nágrenni Kork, næstæstu borgar landsins. Þar hafa þau verið í sérstöku verkefni sem miðar að því að koma þeim aftur út í lífið, ýmist í nám eða vinnu. Austfirðingarnir voru hins vegar frá ungmenna- og íþróttasambandi Austurlands. Hugmyndin kviknaði þegar stjórnendur frá samtökunum hittust á námskeið á Kýpur í nóvember í fyrra. Það var haldið á vegum Erasmus+, ungmennaáætlun Evrópusambandsins, sem styrkti verkefnið eystra. Austfirðingarnir endurgjalda síðan heimsóknina næsta vor. Work with the same age group that we work with in Ireland, so our group's aims and objectives, there was a good match for that. We were both looking to experience a project where our young people could get to travel abroad, experience new things, and so we embarked on the funding application and thankfully we were successful in getting that, and 7-8 months later here we are. Another highlight really has been how the groups have bonded, how they've worked together, and it's been successful so far as we're concerned. For a lot of them it's the first time that they may have been away for such a long time from their families, and also to be in another culture, being independent, and they've I suppose had to face their own challenges. Markmið verkefnisins var alltaf að hafa gaman en líka krakkarnir tækist á við áskoranir sem eldu þau og byggðu upp fyrir framtíðina. Sjálfstrausti var elt með því að fara út fyrir þæginda ramman. Til þess var farið 16 km langa göngu með frá Jökulsá í Fljótsdal sem reyndi á bæði andlega og líkamlega en varðum leið einstök upplifun. When we went on the 9-hour hike, it was really hard, but I really enjoyed myself. I got to see like the waterfalls and stuff. How did you feel after a 9-hour hike? Absolutely knackered. It was awful. My feet still haven't recovered. Was it difficult to keep going during the hike? It was hard at the start, but then we knew we had to get to the hostel, so we just kept going. En það var fleira sem stóð upp úr heldur en ganga. Meeting all the new people, interacting with the new culture, just having brand new things that I've never had before, and it's been really exciting. What is it like coming into a new group that you don't know no one from? It was a bit intimidating at first, but after a couple of icebreakers and a couple of days, it's like one big family now, one big group that we've known for years. It's great. What do you think you have learned or gained from the week? I definitely gained new friends and definitely gained new experiences and definitely gained my confidence. How about you, Callum? Yeah, definitely loads of new friends, loads of confidence. Found out I enjoy quite a few Icelandic dishes that I will definitely be purchasing at home. Which one? The dried fish is very nice, and I don't usually like fish. That was a surprise. Að kynnast nýju fólki var íslensku krökkunum líka ofarlega í huga. Það var þeim áskorun að koma inn í nýjan hóp. Koma út í skil henni, ég oft feimin í kringum mókunu en
ég held að það komið sem þetta í báðar áttir að við erum minna og minna feimin hvort annað, þannig að við erum að læra bara samskipti á sikur tungumálinu eiginlega. Við erum ekki að tala okkar móðurmál en erum að tala við þau samt. Á þeirra móðurmáli og það kemur mjög sterkt fram að enskan þeirra móðurmál, ekki okkar, en það samt bara allt í lagi. Hvernig finnst þér, segir að koma inn í hóp þar sem hún hittir allt innum 8-9 krakka og þarf að eyða með þeim heilli viku í tiltölulega lokuðu umhverfi? Mér finnst það mjög erfitt, en ég held að það hjálpi mér sem að Írarnir hafa ekki að ég þekkti fyrir flesta í íslenska hópnum. Ég get svona hlaupið tilbaka til þeirra. Það mjög erfitt fyrst. Þetta náttúrulega ekki fyrst skipti sem ég að gera þetta, en þetta alltaf mjög svona einstök reynsla að hitta hópa fólki sem eru ekki allir eins og allir frá mismunandi bakgrunn. Það mjög svona, maður lærir vel af því. En venst þetta? Já og nei. Maður verður náttúrulega betri í að kynnast fólkinu og verður betri í að opnast og læra að opna sig fyrir öðrum. As a geographer, I've always had a lifelong dream to come and explore Iceland, and the east of Iceland is somewhere I didn't know so much about beforehand, so just the opportunity to come here has been amazing, and I've been equally as wowed by the environment. But also, on a professional point of view, working with the young people, it's very rewarding to see the project become a success and for them to experience what we hope they'd experience.